Velkomin í þáttinn. Takk fyrir, kærlega. Takk fyrir að koma. Ég mjög spennt að fá að spjalla við þig. Já, það Þekkja þig flestir. Já, sko, það nú eitthvað náttúrulega minnka með árunum þegar, að því að maður ekkert að hafa sér frammi, skilur, maður ekkert endalaust að gefa út músík og þá svona fólk mikið til hægt að þekkja mann og það meira spurt í dagbítu að kannast ekki eitthvað við því. Já. Maður mann alveg eftir í að maður gæti ekki farið í kringluna, þú veist, þá var að vesen, sko. Hvernig var það? Það var svolítið... Gaman eða óþolandi? Sko, þegar ég flytti Reykjavíkur, ég er svo rosalega opinn að ef ég labba inn í svona fjölmenni, þá er ég bara búinn á því eftir 5 mínútur, sko. Það bara, ég bara tek inn á mig allt, sko, og bara, ég þurfti að læra að loka, bara setja mig inn í svona búblu til þess að verða bara ekki fyrir öllu því sem að, veist, fólk er að gangi í gegnum eða bara svona tilfinningar og orka og eitthvað svona, veist, eitthvað er þetta. Þannig að en svo náttúrulega, þú veist, kemur maður út í þetta líf eins og svo margir aðrir, ef ekki bara flestir, veist, óvissum sjálfan sig, hver er ég, og að verða frægur er engum hollt. Ég meina, nefndu mér eina barnastjörnu sem er í lagi. Þú veist, og fólk bara sem er farið að einhvers konar tilbyðja á einhvern hátt, það bara gengst upp í því. Já. Og þetta bætti rosalega svona mína brotnu litlu sjálfsmynd að bara fá þessa viðurkenningu. Ekki það að maður verið leitast eftir því að vera dýrkar og dáður, skilur, heldur maður bara, ég var alltaf að leitast eftir viðurkenningu, þá þurfti öllum að líka við mig. Svo bara þegar maður gefur út sitt fyrsta lag, þá bara hugsa maður með sér, þú verður bara áttaði á því að það mun ekki öllum líka við þig. Og ég meina á tímabili, sko, voru við í skítamóra og það hataðir af kallmennum og það komst í tísku að grýta okkur. Það þurfti að patta stráka sem voru að koma á stór böll í íþróttahúsum til þess að brjóta eggin sem þeir voru með innan á sig, sko. Þeir voru bara svo afbrýðisamir. Já. Og við líka svona stuðandi karakterar, sko, en maður lærir rosalega mikið margt að þessu ef maður kemst niður af sjálfum sér. Þá er einhver staðar einhver lærdómur í þessu. Já. En þetta gerði líka, maður fekk svona, ég hef eitthvað fram á að færa, ég get eitthvað. Draumurinn minn að skemmta fólki og lyfta mannsandanum er augljóslega eitthvað sem að ég get gert. Ég byrja mjög snemma, ég byrjaði í barnaskóla að leika í skólaleikritum og fæ þá svona þessa tilfinningu fyrir að fólk er actually bara að fylgjast með því sem maður er að gera og líkar við það. Ég byrjaði að DJ í barnaskóla, DJ-aði svo í framhaldsskóla, eða semst í gagnfræðaskóla og mér er ýtt í einhverja söngvarakeppni heima á Norðfirði. Ég ætla aldrei að fara í þetta, skilurðu, og ég vinn hana og svo byrjar bara hljómsveitarruglið og 16 ára gamall er ég bara að byrja að vinna fyrir mér. Já. Og þú ert alveg upp á Norðfirði? Já. Og Reyðarfirði, sem var með annað fótinn pappi sem þetta er þar. Já. Mamma og pappi skilja þegar ég er 30 ára. Já. Og mamma er frá Norðfirði. Já. Og hún flytur aftur þanga og þannig að ég er alltaf með annan fótinn á Reyðarfirði hjá pappa, sko. Og eru þið mörg systkini eða? Sem sagt, ég á 2 yngri bræður sem að mamma á með stjúpa mínum. Miklu meistara og og svo á pappi, ég á litla systur pappa mín. Ég var 25 ára þegar pappi eignaði spyrtu systur. Já. Og hvernig var æska þín? Varstu góður í svona félagslegum aðstæðum og hvernig gekk skólinn og svoleiðis? Manstu fyrstu árin? Sko, mér gekk, ég fekk alveg góðar einkunnir, sko. Já. En ég var alveg að díla við svona eins og kannski ekki athyglisbrest en þú veist, ég átti erfitt með að einbeita mér. Og mér kveið rosalega fyrir eins og þeirra voru, sko, öskudagurinn og jólaböll og svona, mér kveið rosalega fyrir að fara inn í markmenni. Já. Hef alltaf verið neitt svona félags- og fólksfælin, en bara svo rosalega mikill leikari, sko, mikill trúður. Og maður fór alltaf í hlutverki, skilur, að fela líðanna með einhverju hegðun og maður sá að maður var alveg tiltölulega fyndinn og svona, þannig að maður einhvern veginn svona meikað aðstæður, sko. En maður bara mjög fjölbreyttur karakter, en þú veist, eins og til dæmis ég klára menntaskóla þarna fyrir austan og
og það er svona eina eftirsjánum mínum í lífinu að hafa kannski lítið lært í menntaskóla því að ég klára menntaskóla með sæmilegar einkunni sko. Já. Ef ég hefði bara lagt á mig eitthvað aðeins, þá hefði ég verið sko með toppskor og á rosalega auðvilt með að muna og þú veist og bara hefur alltaf drekkið mér upplýsingar og hérna. Þannig að þú ert stúdent? Já. Langskóla gengin maður? Jú. Og hvað... Þú segir að þú tókst þátt í söngvakeppni þarna á Norðfirði og byrjaðir þá bara fljótlega í hljómsveit, fyrsta skipti. Já, þá sem sagt byrjaði að syngja með talsvert eldri gaurum. 2 þeirra komu inn til Reykjavíkur og unnu sér eins smá nafn í tónlistabransanum. Hreit Stefensen spilaði í Risaeðlunni sem nú var þekkt band sko og Guðni Finnsson sem bara einn virtasti bassaleikari á Íslandi og vinnur í hljóðfærahúsinu. Spila með Dr. Spock og Rökku Gísla og spila með Múkisson og hann bara einn flottasti bassaleikari á landinu. Þetta eru strákarnir sem svona tókum upp á sína arma. Ég byrjaði að syngja með þeim frumsamið efni en var talsett yngri og bara með mjög óþroskaða rödd þannig ég kannski henda ekki þar inn en ég man eftir, ég var að spila á sko pub með þeim fyrir austan og mamma þurfti að skrifa upp og þannig ég mætti fara eða þú veist og koma með sko. Sýslumaður þurfti síðan að skrifa upp á en svo er ég snemma byrjaðar í hljómsveit með frænda mínum Daniel Arasinni, organista og hérna í dag sem hann er svona brainiac sko, musikalskur genius og hann svona fær mig til þess að taka upp gítarinn og byrja að trúbba og ég er með svona strákum á mínum aldri og við byrjum að spila og skemmta svona sem sagt bara spila lög eftir aðra og hérna og 16 ára gamall þá er hérna sem sagt hann er nú látin í dag blessu sem minning hans Ágúst Ármann Þorláksson var skólastjóri tónskólans heima hann er kallaður Guðfaðirinn heima í sveitinni og hérna og hann svona kom flest öll og hann hafði einstakt lag að pikka upp hæfileika og draga fólk út í tónlistarlífi heima af því að sko Norðfjörður var svo einangraður á vetratímum til dæmis áður en nýju göngin komu þannig að það þurfti að vera tónlistamenn til staðar og tónlistarlíf á Norðfjörði var alveg ótrúlegt og 16 ára gamall færa mig til þess að syngja það var alltaf árlega á fyrsta vetrardag og 3 helgar í röð eitthvað svoleiðis, það var alltaf svona rockshow fyrsta árið erum við að taka svona gömlu klassísku rocklögin og ég man í söng Great Balls of Fire með Jerry Lee Lewis og That'll Be the Day með Buddy Holly Buddy Holly, er það ekki? Jú og 16 ára gamall og síðan hvert ár alltaf í þessu sjói og byrjar að syngja og spila á böllum og ég man sko ég var að syngja núna á Þorrablóti það kallast Kommablóti á Norðfirði sem sagt Alþýðubandalagi var í meiri hluta á Norðfirði í yfir 50 ár þess vegna Norðfirður kallaði Litla Moskva og hérna það var alltaf á hverju ári svona Alþýðubandalags Þorrablót og heitir Kommablóti í dag og er haldið í Íþróttahúsinu og það var Þorrablót núna í mánaðamótin febrúar-mars og þá var bara sett nýtt með bara 700 manns og getur ímyndað stórt að búa 1400 manns þarna bara helmingurinn mætti og þeir farið að vera svona árgangsmót að kemur fólk sem er brottflutt og ég var að spila þarna með æsku hljómsveitinni minni hljómsveitinni Óson og hérna og ég man sko að okkur var treyst fyrir þessu blóti 17 ára gömlum sko og maður spáir í þetta bara það er engin smá heiður og mikið treyst að vera treyst fyrir svona stórri skemmtun 17 ára gömlum sko en þá vorum við komin með sko fleiri 100 lagaprógram og hérna og fannst mér að hérna gáðum spila hvað sem er sko og svona vorum við bara aldir upp í músíkinni sko þannig að þegar maður kemur til Reykjavíkur og byrjar eins og í skítum voru 97 sko 23 ára eða eitthvað þá var maður orðin svolítið svona mótaður sem tónlistamaður kunni fleiri 100 lagatexta gat sungi hvað sem er eða þú veist kunni þannig að hérna það hjálpaði til hvað var til þess að skítamórall kom saman eða hvernig kynntustu þeim? Það er alveg þú veist voru þið bara hérna og þaðan eða? Nei, sko málið er að þeir stofnaði þessa hljómsveit 1989 bara 13 ára gamlir æskufélagar frá Selfossi og spila bara þungarokk tóku þátt í músíktilraunum einhvern tímann og voru bara svona þungarokkara svo sjá þeir að peningarnir á skemmtuninn og geta verið að djamma og fá sig líka er ballbransinn og byrja að spila popmusík og hérna eru búin að gefa út sko 2 plötur áður en ég byrja þeir voru nýbúin að gefa út sína aðra plötu þegar ég byrja í bandinu Þessi þáttur er í áskrift
Ef þú vilt heyra meira, geturðu farið inn á fullorðins.is og nælt þér í áskrift.